gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Ásdís Olsen heiti ég og hjá mér í dag er Vala Höskuldsdóttir, listakona og sjálfskoðunar sinni sem hefur oft veitt mér svona upplifanir í gegnum tíðina með listsköpun sinni og svona innsýn og svona afhjúpandi hreinskilni, einlægni og við ætlum að ræða í dag listina hennar og lífið sem er kannski viðfangsefnunar í listinni. Það er svona þetta innra líf og að uppgötva sjálfan sig. Velkomin Vala. Takk fyrir. Hvernig finnst þér að vera róttækur sjálfskoðunar sinni? Mér finnst það geðveikt. Þetta er bara besti titill sem ég fengi á mig, sko. Í alvöru. En finnst þér ekki passa? Það passa svo vel. Já. Það er bara einhvern dottið í höfu. Má ég segja frá fyrsta momentinu mínu þegar ég heyrði þér í fyrsta skipti svo ég viti til og ég er að keyra úr Garðabænum inn í Reykjavík og það kemur lagið Sjálfstæða konur í útvarpinu og ég þarf að keyra út í kant. Ég var svo heilluð og hrifin og það renna tár niður kinnarnar og þetta hafði svona djúpstæð áhrif á mig. Og það er þetta var í fyrsta skipti sem ég hafði heyrt einhvern veginn að það væri eitthvað jákvætt við að vera svona einstæð sjálfstæð kona því að ég hafði það er svona upplifunin af því er oft svo að maður sé svolítið ekki elskaður og svolítið einn. Já, ekki nóg. Ekki nóg, akkurat. Ertu aðeins til að segja mér nokkur orður sem texta sem að bara svo að hlustendur og áhörnendur? Algjörlega, sko. Og við sömdum hann, ég var einhleyp eða hvað. Annarkvort ég eða Sigga og einmitt, við fundum þessa tilfinningu, sko, þú veist, akkur er það ekki nóg. Og veilagið er sko, þetta er ég veit ekki með þig, minn sjálfstæðar konur er alveg æðislega sjarmerandi, hvernig að bera sig og hafa sig í frammi og allt, þú veist, bara æðislegt. Ég var aftur gæsað, sko. Já. Þetta æðislega. Og svo er veilagið, sko, viltu koma að hanga með mér allan daginn, reyna saman í sleik eða eitthvað, gleyma stund og stað eins og Adam og Ív, segir hann. Nei, því ég er sjálfstæð konu og ég á alls konar líf. Já, þetta er rosa sterkt, sko. Við ætlum að fá að spila þetta hérna eftir, en þarna, heyri ég einhvern veginn í þér að tengi í fyrsta skipti og og svo oft eftir það og ég mætti í afmælindaginn og þá hafði vinkonu mín einmitt valið eitt lag handa hverri konu sem gengi inn í rýmið og þetta lag að spila þegar ég mætti. Í alvöru? Já. En allavega, segðu mér nú aðeins, mér langar að byrja kannski á sögun út í að þú ert að skrifa ljóðabók og það sem er kannski svona áhugavert og einstætt við þig er hvað þú ert kjörkuð að afhjúpa, þú veist, þig á þann hátt að líka þetta að leggja sig á daginn og það er ekki skömm í því að vera þreyttur og ég sé einhvern veginn svona að losa sig við skömmina sem svona stef í verkoninu, getur það verið? Já, það er sko. Það er þetta svona bæði ég persónulega og sko þegar ég og Sigga erum að gera eitthvað saman þá verðum við einhvern veginn að tala það sem að segja það sem þarf að segja. Og við hefum líka lag sem að heitir Villikellingin og hún segir alltaf það sem þarf að segja. Og það er svona að því þú veist ég upplifið það bara að það er minnst það svo bara það er í rauninni það sem ég er að fást við bara svolítið í lífinu að sjá það sem er bæði mér og öðrum og samþykja það og nefna það. Og nefna það, já. Já.
að því að tabú gera okkur ekkert gott, sko, þú veist. Ef við getum ekki talað að leggja okkur að daginn, þá getum við ekki lagt okkur að daginn og þá höldum við að brenna út einhvern veginn. Já, þannig að ef að við byrjum á byrjuninni og það er þetta sambandið við móðu þína sem þú ert að fjalla núna í ljóðabókinni. Já. Ertu til að segja okkur aðeins frá sambandinu þínu við móðu þína? Já. Mamma dó fyrir, rúmlega 3 ár núna. Já. Og hún var mögnuð kona, algjörlega mögnuð og þú veist, hún var ljós og myrkur og hún var allt í senn og hún svona, það var líka hennar heimsmynd, þú veist, hún kendi mér bara frá því ég er lítil að það er ekkert ljós á þess að það sé myrkur. Já. Og hún var fjölskylduráðgjafi á Akureyri og það er ennþá að koma til mín skjólstæðingar sem að bara, þú veist, þakka henni lífgjöfina, þú veist, hún var svo fær í því sem hún var að gera, hún var svo góð í að bara sjá manneskina fyrir það sem hún var á undan sinni samtíða, þú veist, taka inn bara áhrifin frá formæðurum og forfæðurum hvernig áföllin erfast og hvernig við þurfum einhvern veginn að sko þora að horfa á þetta allt saman til þess að bæði í okkur sjálfum og í fortíðinni til þess að geta einhvern veginn búið til nýja sögu, þú veist, og þannig hún var mögnuð en svo var hún líka manneskja og og kannski, þú veist, hún var stjórnsum, þú veist. Já. Og við áttum í svona rosalega svona nánum tengslum, stundum kannski ofnánum, þú veist, það er eins og naflastrengurinn kannski slitna aldrei alveg. Já, hvernig var fjölskyldu gerðin og varstu áttur sískinni? Já, ég er yngst af 3 sískinum, ég á 2 eldri bræður, þannig ég var svona eina dóttirinn, ég var yngst, svo lendi ég semst fekk alvarlegan krampa þegar ég er bara 2 ára og var næstu í dáin og það er svona líka býr til ákveðin svona hræðslu og kannski svona vendatilfinningu hjá mömmuðinni. Já. Svo glímir mamma við bara frá því að ég er, hvað er ég að segja, 16 ára, þá fyrir hún að glíma við langvarandi veikindi og þannig hún er langveik í rauninni, það er alltaf að koma upp ný og ný æxli, ný og ný, þú veist, alls konar eitthvað og sem endar með því að hún er bara orðin það verkjuð að hún sér ekki, þú veist, bara allar pillur, allt er hætt að verka á þetta og læknarnir er hættir að geta gert neitt og hún var í rauninni, hún var að bíða eftir bara frumvarpið dánaraðstóð færi í gegn og þingi. Já, vá. Þú veist. Hún var bara tilbúin að enda lífið. Já, sem að, og svo bara leið og beið með það er ekki ennþá komið í gegn og þetta er flókin stór umræða. Já. Þannig að hún tekur þetta í sínar hendur, tekur líf sitt. Já. Og vissið þú af því að hún ætlaði að gera? Já, sko mamma var, þú veist, hún mundi, þú veist, hún var villikelling, skilurðu, og svolítið indjáni, þú veist, hún sagði mér alltaf frá því, hún mundi sko hvaðan hún kom, hún mundi bara frá því hún var unga barn, og áttum svona minningu þar sem að datt dropi á nefið á henni og hún svona, býtu, er ég hér núna? Já. Þú veist, í þessu lífi. Í þessu lífi og þetta vera foreldrar mínir. Og leist ekkit svakalega vel á þetta, einhver kaldur sveitabær inn í Hörgárdal. Já. Og fekk strax svona vott af heimþrá. Þú veist, þannig að það var svona bæði kannski gjöf og byrði á henni alla ævi. Vissum hvar hún hafði verið áður? Já. Og hún bæði mundi alls konar fyrir líf, sko, og svo var hún líka bara mundi hún tilfinninguna svona staðinn, svona handan
mannlegar tilveru. En hún vissi, hún sagði bara Vala, ekki vera svo dramatísir þetta þegar ég er farin, ég er bara að fara heim. Já, það hefur auðvitað þér að kveðja hana? Já, að einhver leyti sko, en svo flækist hlutinir oft og hún ætlaði bara að enda þetta snirtilega og svo var það ekki eins sko, að því þetta er flókið að þetta er flókið að taka svona í sínar hendur að því svo búum við líka í samfélagi þar sem að það er ólöglegt, þú veist. Hvernig gerði hún þetta? Hún tók bara, pillur og ætlaði bara að leggjast til svefns og ekki vakna aftur daginn eftir. En það fór ekki eins og það fór, eða ekki eins og það átt að fara. Þannig að þetta tók allt miklu lengri tíma heldur en það átt að gera og á endanum þá voru þetta einhverjir, 50 klukkutímar sem að við sátum yfir henni í dauðastríðinu og svo hringjum við bara á lögregluna þegar þetta er allt afstæðið og þá þegar þau mæta svæðið og þá er eitthvað tilkynnt að hér sé augljóst að manneskja hafi látið lífið og henni ekki komið til bjargar, þannig að við erum öll send í fangelsi. Hvað ert að segja? Þetta er rosa saga. Já. Og viltu lýsa þess aðeins, hverjir eru hjá henni og með henni í liði í gegnum þetta? Semst ég og pabbi, hún bað mig að passa pappa á meðan, og vera með. Og það, og þarna tekst á náttúrulega bara eins og ég skrifa í ljóðabókinni, þetta er bæði hámark meðvirkninar að taka þátt í svona og hámark samkenndarinnar. Já, vá. Og stórar tilfinningar. Já. Þannig þetta er mjög svona... Getur aðeins farið yfir það? Hvernig upplifun þetta var fyrir þig? Þegar þetta var að gerast og þegar mamma hringir og segir Vala, ég vil að hætti við pönnukökuboðið og komur og passi pappaðinn á meðan í deg í rauninni. Það fannst mér sjálfsagt. Já. Og ég myndi ekki breyta neinu, og það er líka bara þetta við eigum okkar líf sjálf og þegar þú ert komin á stað þar sem þú getur ekki þú getur ekki verið til að þá við tölum þetta í Bríeri, skilurðu, ef að ég er með svona samning við bræðu mína, skilurðu, ef ég fæ Alzheimer eða skilurðu, að þá segir maður svona bara, viltu ekki bara hjálpa mér. Já. En þegar kemur að þessu þá þetta flóknara, þannig að mér fannst það sjálfsagt og ég sagði bara já, auðvitað og ég mun alltaf standa með því en ég mun líka alltaf lifa með því. Þetta var þannig reynsla að hún markarar þig. Já. Já, ævilangt. Á hvaða hátt? Sko, það var einhvern veginn, það hefði örugglega verið allt annað ef þetta hefði bara farið eins og hún planaði. Já. En þessi svona, samröðun af atburðum að sitja yfir móðu sinni og fara svo í fangaklefa. Þetta er rosalega. Að það einhvern veginn fer á mjög skakkan hátt inn í kerfið einhvern veginn. Og árið seinna að þá örmagnast ég. Þú tengir það við þetta? Já, fara í svona kulnun eða þrot? Já, ég greind með eitthvað sem heitir, greind með líklegast ME, sem er svona þreytusjúkdómur. Já, ég skil þig. Og tengir þetta, hafi verið bara svona áfall sem að setti þann sjúkdóm í gangi á þér? Já, allavega drópin sem fyllti mælinn. Já. Þú veist. Og það er svona, þetta er allavega eftir því hvernig ég
hef stúdrað þetta og lært þetta, þá er þetta taugakerfis, þú veist, ástand, þar sem að þú ert búin að keyra taugakerfis svo langt að á endanum þá fer það í bara svona lokastillingu sem er bara slökkva á og það er búið að merkja í rauninni heiminn og allt svona utanakomandi áreiti sem hættulegt. Þannig að það fer að framleiða bæði verki og þreytuköst bara við það að horfa í ljós eða við það að fara á fætur eða við það að heyra erfiða fréttir eða þú veist, upplifa einhverja tilfinningu. Þannig að það er bara slekkur. Og þú ert að lifa með þessu? Já, ég komin langt upp á bataveg, þú veist, en ég var þarna. Og nærðu bata? Já, ég mun á bata. Já, og allar á bata. Já. Það skiptir máli að trúa því. Já. En segðu mér, akkur heldur að þú hafi fengið þennan sjúkdóm, þú talaði dropan sem fyllti mæli, hvað hafi gerst á undan sem að... Einmitt, og það er sko, þetta búið að vera svo mikil ótrúlega ganga að fara í gegnum þetta vegna sem að þarf að skoða einmitt hvaða munstur eru það í mér, þú veist, hvernig er ég þú veist, hvar er ég ekki alveg að passa upp á mig í lífinu, þú veist, hverju er ég að trúa heiminn sem gerir það verkum að taugakerfið upplifir sig ekki örugt í þessum heimi og þetta sko, fyrir mér er þetta í rauninni allt sami grauturinn, CFS, ME, post-COVID, þú veist, og fleiri svona krónískir sjúkdómar. Og einhver staðar að þá tengi ég við þetta að í grunninn þá hafi ég kannski ekki alveg upplifað að heimurinn væri öruggur staður. Í byrjun lífsins. Já. Og mögulega byrjar það bara þarna alveg upp af því ég fæ krampan og næstu í dáin og svo bara eru áfalli gegnum lífið og alls konar. Þetta er líka stórum hluta meðvirkni. Já. Þú veist, bara að einhvern veginn kerfið imprentast þannig að ég læri að koma inn í herbyggi og hugsa hvað vilja aðrir að ég sé hérna núna í staðan fyrir að hugsa á hverju þarf ég að halda, hvað vil ég segja, hver vil ég vera. Þannig ég læri að ganga í gegnum lífið út á við og inn og rétta öðrum fjastringarnar að mér í staðin fyrir að fara ekki út úr sjálfur mér heldur vera í mér og halda sjálf á minni fjastringu. En þá út af því að þú segir að mamma þín hafi verið svona frumkvöld í því að skoða lífsitt í samhengi við forfeður og formæður og fyrir líf og svona og þú ert hérna og það verður líka fornilegt að vita, veist þú akkur hún veikist? Út af því að fólk sem er kannski á þeirri línu veit akkur það veikist. Sko ég er alveg með hugmyndur það en mér kannski erfitt, það er erfitt að fara inn í annara manna rann og ákveða fyrir þau. Já, hún gat ekki talað það, hún vissi það ekki sjálf. Nei, hún vissi það ekki sjálf en ég held að bara eins og með allar manneskjur að þá það var eitthvað með hún átti erfitt með að sleppa, þú veist, það var henni fannst hennar hlutverk í lífinu var að bæði að vera bjargvættur og fyrirliði og þú veist, svolítið seinna kóngulóin í miðjum vefnum fyrir okkur öll. Já. Og ég held að það hafi verið hluti af því. Hvernig var þá samband þitt við mömmu þína? Veistu akkur þú verður svona meðvirk eða óryggi í heiminum þannig í byrjun? Það er þetta, skilur þú veist, sambönd eru svo flókið, þú veist, þeir eru svo marglaga að það var svo mikil ást og það var svo mikið fallegt
en það var eitthvað sko bara þetta að þú veist að því hún átti svona sitt stóra miðjaða sjálf, þú veist, það sem hún var fullkomlega mögnuð og svo var hún með alls konar aðra parta eins og við öll. Ég sá það náttúrulega ekki þannig þá. Þannig að það er kannski eitthvað með, þú veist, þótt hún bæði hvatti mig til þess að hlusta á hjarta mitt og elta listina og þú veist, hlusta djúpt á mig og hún, þú veist, kendi mér það, en svo kendi hún mig kannski líka að hún vissi samt betur en ég hvað ég ætti að gera og að hún einhvern veginn héldi á sannleikanum mig. Og ég læri, þú veist, fer rosalega snemma að leita að sannleikanum sjálfa mig fyrir utan mig í heiminum á alls konar misgáfulegum stöðum. Þú veist, það er eitthvað og þú veist, þetta hefur ekkert að gera með, þú veist, einhvern veginn að vera góður eða vondur að gera rétt eða rangt eða þú veist, þetta er bara við komum líka, þú veist, eins og mamma kemur úr sko heimi þar sem að hún var í sveit í Auðbrekku og Hörgárdal og það voru þetta var svona samirkjubú þar sem öll fjölskyldan var einhvern veginn, þú veist, þetta var svo mikið einingin, það var svo mikið einn fyrir alla og allir fyrir einn. Og þar var alkoholismi, skilurðu, og brjálæslega meðvirkni, þú veist, ég held líka bara að samfélagsgerð okkar Íslendinga, þú veist, það er svo mikil meðvirkni, það er svo mikið sem við höfum þurft að fara út úr okkur til þess að þjóna heildinni, til þess að lifa af. Og svo erum við núna komin að tíma þar sem við þurfum ekki lengur bara að lifa af, við þurfum að lifa. Já, kannski njóta. Og njóta og reyna að afrugla einhvern veginn. Allt þetta gamla. Já, þú segir það, já, það eru margir að ræða þetta núna hvað það er mikil meðvirkni í okkur öllum og í samfélagin einhvern veginn og það einmitt út í að þú segir þið eru það orða að við höfum kannski ekki verið vita hvernig okkur leið og höfum ekki geta orðað það hefur kannski verið svolítið einkenni á, ég veit ekki allavega Íslendingum og fyrir kynslóðum velti ég fyrir mig hvort að við séum bara á þessum staði þróunarferli mannsins að nú erum við bara átt okkur og fara yfir á næsta level í meðvitund. Já, algjörlega, þú veist, ég held það sé mikilvægt skref, en þetta er ekki lokaskref og ég held eins og allt, þú veist, við förum líka í öfgarnar í hináttina að, þú veist, við förum fara úr samfélagi sem var rosalega mikið svona, þú veist, fjölskyldan, samfélagið, á kostnaði einstaklingsins og svo erum við komið núna inn í öld einstaklingsins þar sem og við göngum of langt þar líka og förum að, þú veist, gleymum að láta okkur varða hvort annað og núna, þú veist, heyri mjög mikið einhvern veginn, þú veist, þessar raddir að þú veist, við erum rosalega fljóta að loka á hvort annað, við erum rosalega fljóta, þú veist, ef við erum ekki fullkomlega sammála, þú veist, að bara kötta á tengsl til dæmis. Já. Og þú veist, við þurfum svo að finna eitthvað jafnvægi. Já, við erum á einhverju svona umbreytingar skeiði. Ég held það. Já, áhugavert. En svo erum við inn í þessari sögu þar sem að þú og pabbi þinn sitið yfir mömmuðin í dauðastríðinu. Hvernig eru þeir klukkutímar? Þeir eru svakalegir og þeir eru eitthvað sem að, þú veist, já, þeir eru kannski eitthvað sem að er prívat, sko.
þú veist, sem ég verð að halda fyrir mig. Já. Af því að það líka minnst mikilvægt að það er einhver lína þarna sko, að þarna, þú veist, þetta er einhvern veginn svona mikið návíi við dauðan, það er ekki hægt að lýsa því. En þú gerir alveg svona, þetta er alveg bara hérna. Já. Ofsa mikil tilfinningarleg reynsla. Já. Sem hefur mótaði mikið. Já, ég skil það. Og hérna nálega við dauðan. Og hérna og þú segir að það sé hluti af því hvað þetta var hafði mikil áhrif á því var að það kemur þeir sett í fangaklefa á eftir. Hvernig gerist það? Sem sagt, löggan kemur bara þarna og þegar þið tilkynna lát? Já, við tilkynnum andlát og það er bara augljóst á aðstæðunum að hún er búin að vera í dauðastríði, skilurðu. Og þannig eru bræður mínir komnir líka, þannig að við erum bara leitt upp í lögreglubíl og inn niður á lögreglustöð og ég er sett í fangaklefa bara ein og ég veit af allri fjölskyldinu minni bara í nærliggjandi klefum og ég veit ekki neitt hvað er að fara að vera þarna lengi eða neitt og svo hérna er þetta einhverju klukkutímar og svo bara einhverjar yfirheyslur og eitthvað svona. Ég þetta mig. Já. Og á endanum sko, þú veist, ég var í næstu í 3 ár með, hvað heitir það? Réttarstöðu grunaðs einstaklings. En við fengum strax að vita samt frá lögfræðingunum að þetta er svona mál sem að það vill enginn ákæra, þú veist, það vill enginn, þú veist, þetta er bara staður í kerfinu sem er bara, þetta er glufa einhvern veginn. Já, og það þarf að gera þetta svona þó svo allir viti að þetta er ekki, þú veist, það sem maður myndi vilja út frá mannúð. Já, og svo var það bara fyrir nokkru mánuðin síðan að ég fekk loksins símtal frá lögfræðingnum mínum og sagði að málið hefði verið látið niður falla. Hvað ert að segja? Hvað eru mörg ár síðan? Það eru 3 ár síðan þetta gerist. Já. Og það eru bara 2 mánuðir síðan lögfræðingurinn hringdi. Þetta er alveg sérstætt og þetta var í litla samfélaginu fyrir norðan, Akureyri? Nei, þetta var hérna fyrir sunnan. Nú þau voru komin söður? Já. Ok, og svo í kjölfarið þá hérna bara hrynur þú? Já. Hvernig er það? Hvernig gerist það? Það gerist í rauninni bara þú veist, ég var fyrst á eftir þá bara, þú veist, ég var bara duglega að syrgja og allt það en ég hélt bara áfram að vinna, ég fór austur á Höfn í Hornafirði, ég var leikstýra þar og byrjaði að vinna sem leiklistakennari í Mýrarhúsaskóla og þú veist, allt gekk bara ágætlega og svo bara fór verulega að draga af mér sem sagt orkulega séð þangað til að einn daginn þá bara gat ég ekki staðið upp rúminu. Hvernig tilfinning er það? Það er eins og að liggja að þú veist, að einhver hafi sett bæði sko tekið úr manni batterín og það bara er ekki orka þarna og þetta er líka eins og að sé bara einhver hafi lagt bara rosalega þungt svona blíteppi yfir þig. Hvað sér? Og svo koma alls konar aðrir, þú veist, það koma verkir, það kemur heila þú getur ekki hugsað, þú veist, og brjálæðislega, náttúrulega mikil hræðsla og ýktar tilfinningar að því að þú veist ekkert hvað er að gerast. Ég held bara ofta að ég væri bara að deyja. Hvað sér? Bara út af því að orkan var svo lítil? Já, bara því ég bara gat ekki, komst ekki, gat ekki verið mamma, ég gat ekki sinnt stráknum mínum, þú veist. Hvað er kerfið að gera þarna? Maður veltaði fyrir sér, akkur
Það er Út af að því venda. það er svo margt, já, það er að venda. Það er svo fullkomið, Já. þessi líkami og allt þetta og maður sér það alltaf betur og betur að Já. það er alltaf þetta er allt bjargráð einhvern veginn. Já. Og þarna er þá bara verið að setja þig í rúmi svo þú hvílir þig. Já. Og sko, þú veist, það er að venda en það er líka komið í sko mót þar sem að túlkar allt sem hættulegt. Bara því að maður er búin að overræta kerfið svo rosalega oft að þetta er svona loka rísolt. En svo hef ég, þú veist, að ég fór náttúrulega svo þegar, þú veist, inn á milli fær maður einhverja svona smá orku og þá reynir maður að gera hvað sem maður getur til þess að reyna að skilja hvað er í gangi og til þess að reyna að bjarga sér og ég fór á heilsuhelli í Hveragerði og þú veist, og svo einhvern veginn að reyna að leita alls konar leiða og það eru mjög margir sem líta á þessa sjúkdóma sem króníska, þú veist, og læknakerfið á Íslandi gerir það í dag. Já. Á meðan erlendis, þú veist, Bandaríkjunum, Ástralíu, rosalega víða eru læknaklínikur og rannsóknir og alls konar sem að sýna það að þetta er ástand sem er hægt að komast í gegnum og fullt af fólki sem að nær bata frá þessum sjúkdómum bara á hverjum degi. Og hvað gott að heyra og þú ert að segja í rauninni þú þarft að bera svolítið ábyrgð sjálf Já. á þessu út af því að það verður einhver tilbúið til að segja að þú ert bara úr leik Já. og þú vilt ekki að heyra það. Nei. Og ég trú, þú veist, og það er svo vont fyrir mig að trúa því líka. Já, að því að þetta snýst svo rosalega mikið sko hugafar og taugakerfið og ótti Já. og örvending Já. er bensín á einkennin. Já. Þannig að, þú veist, og þarna hefur búddismin hjálpað mig líka rosalega mikið. Bara, þú veist, Pema Sjötrun og, þú veist, Þignatann og hérna þetta að raunverulega þú veist, að bara stíga ofan í hyldýpið Já, og þú meinar. og sætta sig við hlutina eins og þeir eru finna fyrir sásökunum og sorginu og öllu sem tilheyrir þessu. Já. Já. Og einhvern veginn að treysta, þú veist, að komast handan óttans. Vá, já. Það verður störa lausnin og öllu núna. Það verður mátt okkur á því. Já. Komast handan óttans. Það þýðir í rauninni að hætta að berjast gegn þessu og forðast þetta. Bráðna inn í það. Bráðna inn í það. Já. Það er magnað, sko. Og það er náttúrulega líka eins og, já, verið að kenna okkur með nýjum sálfræðikenningum, partafræðinu og því að þetta snýst alltaf bara einhvern veginn að samþykja og vera í þessu æruleysi og sátt við allt sem tilheyrir okkur. Já, það var sko moment þar sem að, og ég segi frá því í sýningunni sem við Sigga erum að gera, hann að Kosmist Skítamix, sem fjalla líka svolítið þetta. Það er þetta moment það sem ég get ekki gert neitt nema bara liggja og borða og fitna. Af því að, þú veist, líka metabólismin fer allir í köku og kerfið er að reyna að kalla á orku, þannig að maður bara, þú veist, ég var bara sísvöng og komst ekki fram úr og gætt bara, og ég upplifði mig, ég var bara eins og, ég var bara púpa. Skilur við? Akkurát. Sem þurfti bara að taka næringu. Já. Já. Og ég vissi að ég þurfti að ná að samþykja þennan stað og ná að elska mig á þessum stað til þess að komast í gegn. Vá. Þetta er mjög krefjandi vegferð sem þú er búin að fara í gegnum. Já. Hvernig var það að elska sig en alltaf leiðin þangað var erfið, en þegar það er komið, þegar maður næra bráðuna, þegar maður næra sleppa bara, ok, þetta er staðan núna, ég get ekkert gert nema að samþykja það og að ná að hugsa bara hvað líkaminn minn er duglegur, þú veist, hvað hann vill mér vel, hvað kerfið er að reyna að venda mig, þú veist, og bara fara inn í, skilurðu,
allar frumurnar og fitufrumurnar og skilur bara elska þetta. Já, elska og samþykja allt saman. Já. Og gerður það með svona leiðsögn, kannski bútískri leiðsögn eða hvernig, hver studdi þig í gegnum þetta? Einmitt, svona hljóðbækur, eða skilur Pema Sjötrun, mjög mikið, Tara Brach, það eru svona mínar helstu, Clarissa Pinkola Estés, svona, já, þetta eru svona lærimeistararnir sem að voru í eyrunum á mér og kom mér í gegn, sko, og svo var ég bara, þú veist, grátandi upp í rúmi, þetta var ekkert þú veist. Var einhver svona af þínu nánustu sem að veitti þér stuðning og... Bara eins og þau gátu, skiluru. Það var líka fjölskyldan búin að ganga í gegnum mjög mikil veikindi með mömmu og allt þetta, þannig að... Það er erfitt að skilja þetta líka. Já, það er mjög erfitt að skilja þetta og suma hluti þurfum við að fara í gegnum einn. Já. Auðvitað, skilur, er æðislegt að við eigum manneskjur að sem að hafa aukalega orkuforða til þess að vera við hliðin á manni þegar maður er gangi gegnum svona hluti, en ég veit að bara sjálf, þú veist, eins og með mömmu, ég var hann svo langþreytt, þú veist, ég veit að hvernig það er að vera aðstandandi veikrar mannesku og bara get ekki meir. Já. Þú veist, að því að einhver staðar þá er þetta líka ferðaleg hvers og eins, þú veist, það eru allavega partar af leiðinni sem ég held að maður verða að fara einn. Já, maður hefur bara ekki alltaf einhver til þess að halda í höndin á sér. Kannski smá svona pólitík hvað hefðir þú viljað fá frá heilbrigðiskerfinu eða kerfinu bara yfir höfuð ef að við bara þú með þína reynslu, hvað hefði verið ídeal? Sko í fullkomnum heimi þá hefði verið æðislegt ef að þau hefði, þú veist, einhverja vitneskju og þekkingu á því hvað ég var að fara í gegnum og hefði geta beint mér, þú veist, á réttar brautir og í rétt, þú veist, úrræði sem að, þú veist, sem að krefjast einskis afmanni nema bara að vera að fara í gegnum þetta. Kannski einhvers konar skjól eða, þú veist, svona umönnunar svæði þar sem þú getur bara komið og fengið umhyggju og næringu og pláss. Já, umhyggja. Og ég fann hana á til dæmis heilsuhælinu í Hveragerði. Þar er þessu umhyggja. Já. Og ég fór bara að gráta þegar, þú veist, ég kom hana inn og þú veist, og góða konan spurði mig hvar ég vildi heita baksturinn og strauk mér kinnina. Þú veist, það er þetta sem að þarf svo ótrúlega mikið á að halda. Hugsaði þér. Já, þarna, en svona þú sagðir áðan sko að skilaboð lækna hefði verið, þú ert því miður með ólæknandi sjúkdóm og lítið hægt að gera. Þau skilaboð hefði máttur öðru sig? Já, sko, já, þú veist, læknasamfélagi hér á Íslandi, þú veist, ég hef talað við lækna eins og inn á Reykjalundi og eitthvað svona og borið undir þá mína nálgun og þeir eru, þú veist, maður tala við á face to face, flestir sammála og mjög svona spenntir og bara, vá, þetta er mjög áhugaverð nálgun sem að snýst í rauninu þetta að, þú veist, að óttast ekki einkennin, óttast ekki dýfurnar, heldur að vita að þær eru partur af bataferlinu og við þurfum að fara ofan í dýfur til þess að halda áfram. Á meðan hérna er mjög mikið verið að fókusera á hvernig getum við passað að manneskja með ME eða fara ekki ofan í dýfur. Þannig að alltaf vera að passa svo vel upp að þetta heitir pacing, þú veist, að fara aldrei fram úr sér, en þá nærðu líka aldrei neinum bata, eða skilur þá ertu alltaf bara á sama stað. Já. Sem að gera þetta króníst. Já, ég skilði. En þeir segja bara að, þú veist, svörin sem ég fengi er að þeir upplifu ekki nú, þú veist, það sé ekki nú mikið að rannsóknum.
en ég spyr, þú veist, eru erlendar rannsóknir ekki, þú veist, gildar eins og þurfum við að finna upp hjólið hér á Íslandi gagnvart þessum sjúkdómi eða getum við hérna. Já, það er svo að það sé ekki alveg komið inn í íslenska kerfið þessi nýja þekking. Já. Þetta er náttúrulega ótrúlega áhugavert og ég bara, mér finnst eins og það sé svona ákveðin opinberun allavega fyrir mig í skilningi á þessari kulnun. En út af því að þú ert nú að vinna ljóðabókina og við erum kannski ætlum að ná utan þetta ferðalag þitt með einhverju úr ljóðabókinu. Ertu til í að deila með okkur því sem að kannski markverðast úr sambandi þín og mömmu þinnar? Já, sko, ég vil deila 2. Já. Fyrsta ljóðið heitir Smjörputtar og ljóðabókin heitir Smjörputtar. Hún heitir það? Já. Hendurnar fíngerðari en mínar, naglaböndin kvenleg, ekki kubbsleg, húðin mjúk eins og úr einhverju hulduefni, mýkri en allt. Ég vissi alltaf að þessar hendur elskuðu mig. Meira að segja þegar þær voru allar út í smjöri eða snakkfitu eftir ostasnakkið sem þú elskaðir. Pabbi á eftir þér með tusku allt hús til að afmá blettina sem komu á allt sem þú snertir. Já, bókin skýrð út frá þessu ljóði. Já. Og annað. Já. Þetta er yndislegt. Þetta er svo ótrúlega, maður sér þetta fyrir sér og finnur þetta. Bendifingurinn. Svo lítill og fíngerður, stundum fitugur af smjöri, en stjórnaði heilu ættartré, heilu sólkerfanum. Það var svo einfalt hvernig þú gerðir það. Þú bara bentir á hvað þú vildir og svo fékkstu það. En fallegt. Takk, Vala. Ég er að veltaði fyrir mig hvort að þið finnist eitthvað ósagt hérna í þessu samhengi. Við erum búin að fara yfir þetta sambandið til móðina og hvað áhrif það hafði sem er náttúrulega tengt ljóðabókinni og mér finnst þetta bara mjög áhrifaríkt að heyra þennan vinkil á þig og ég skil margt af listinniðinni betur í dag. Já, mér finnst bara kannski mikilvægt að koma með, þú veist, eins og við segjum líka í verkinu, að þetta er ekki, þú veist, þetta er ekki staðurinn þar sem ég kemst að því að allt sem er að mér sé mömmu minni að kenna. Skilurðu? Þetta er ekki, það snýst ekki neitt það. Allir, þú veist, þetta snýst bara um að sjá og samþykja skuggana í mér, skuggana í öðru fólki og inn í skuggunum eru magnaðar gjafir sem að við komumst ekki yfir nema við lærum að faðma skuggan okkar. Faðma skuggan okkar, eins og þú byrjar. Mamma vissi bæða myrkrinu og ljósinu. Og þá kannski heyri ég á þér að þín svona lífsafstaða eða trú er að við fæðumst til þess að þroskast og læra. Já, hvað annað? Hvað annað? Finnst þér að vera nálgast einhverja svona sátt við þig og lífið? Já, sko, þú veist, þetta er eins og þegar maður fer til útlanda eða skilur fer til Indlands eða eitthvað svona sumt, hvað heitir það, sumt svona andleg vakningar kannski tímabundin og gengur tilbaka og maður veit ekki hvernig það er en ég upplifi að þetta ferli er búið að vera svolítið
ef við erum laukur, þá þetta búið að vera hérna svona afhýðingarferli. Já, þú búin að vera að flysja laukinn. Búin að vera að flysja laukinn og það alveg, sko, það mjög frelsandi og ég held þetta, þú veist, þetta auðmýkjandi, maður sleppir stórum bitum af egónu sínu í gegnum svona ferli og ég held að það sé alltaf í ákvætt bara eins og þú veist, bæði Jesú og aðrir hérna í öðrum trúarbröðum er alltaf að tala þetta að deyja sjálfum sér, þú veist að það sé leiðin til þess að hérna sigrast á dauðanum eða fanga lífið eða þú veist finna hamingjuna og svona ferli ef maður leyfir því að sko strípa mann þá gerir það og ég finn alveg fyrir því að það er rosalega margir hlutir sem að ég velti mikið fyrir, þú veist, sem að voru kannski fyrir mér eins og álit annara eða þú veist einhver hvar ég stæði í einhverjum karriér eða svona hlutir sem ég raunverulega hef ekki áhyggjur af lengur. Nei. Út af því að það komið bara þakklæti fyrir að eiga góðan dag eða nú ég að túlka eða hvað? Jú, það bara eitthvað sátt við sjálfan sig. Já, maður bara fattar að lífið snýst ekki þessa hluti. Það snýst bara miklu meira að koma heim til sjálfsín og þar hamingjan heldur en að sanna sig fyrir heiminum. Vá, þetta eru bara góð lokaorð, að koma heim til sjálfsíns eða tilgangurinn. Æðislegt vala. Hjartans þakkir og ég hlakka til að fá ljóðabókin í hendurnar. Og hérna, við ætlum að kveðja í dag með því að hlusta á lagið Sjálfstæðar konur og sjáumst bara fljótt aftur. Ég veit ekki með þig en mér finnst sjálfstæðar konur alveg æðislega sjarmerandi. Hvernig bera sig og hafa sig frammi og allt, þú veist, bara æðislegt. Alveg bara æðislegt. Alveg bara æðislegt. Hún kannski pömpandi í peysu sem öllum finnst látar og púlara saman í. Þú veist hvað vilt og það vel. Þú veist hvað vilt og það mjög vel. Þú veist hvað vilt og það afar vel. Þú veist hvað vilt og það vel. Þú veist hvað vilt og það mjög vel. Þú veist hvað vilt og það afar vel. Hey, viltu koma ánga með mér allan daginn, renna saman í sleik eða eitthvað gleyma stund og stað eins og Adam og Eve? Nei, því ég sjálfstæð kon og ég á alls konar líf. Hey, viltu koma ánga með mér allan daginn, renna saman í sleik eða eitthvað gleyma stund og stað eins og Adam og Eve? Nei, því ég sjálfstæð kon og ég á alls konar líf. Ég veit ekki með þig en mér finnst sjálfstæðar konur alveg æðislega sjarmerandi. Hvernig elda fyrir sjálfa sig, fara einar í bíó og allt, bara æðislegt. Alveg bara æðislegt. Alveg bara æðislegt. Hún kannski pömpandi í peysu sem öllum finnst látar og púlara samt því. Þú veist hvað vilt og það vel. Þú veist hvað vilt og það mjög vel. Þú veist hvað vilt og það afar vel. Þú veist hvað vilt og það vel. Þú veist hvað vilt og það mjög vel. Þú veist hvað vilt og það afar vel. Hey, viltu koma ánga með mér allan daginn, renna saman í sleik eða eitthvað gleyma stund og stað eins og Adam og Eve? Nei, því ég sjálfstæð kon og ég á alls konar líf. Hey,
var stund og stað eins og Adam og Eve. Nei, því ég sjálfstæð kona og ég á alls konar líf. Ég veit ekki með þig en minn sjálfstæðar konur alveg sjúklega sjarmerandi. Það eru vel að sér í menningu og pólitík og allt, þú veist, bara æðislegt. Alveg bara æðislegt. Þú veist hvað vilt og það er vel. Þú veist hvað vilt og það er æðislegt. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is